ekki þar steig fram á sjónarsviðið Matthildur Lilja Jónsdóttir og hún var hreint frábær í leiknum. Já, hún með 10 mörk í þessum leik, hefur náttúrulega verið með mikið varnarframlag í vetur, köllunin í landsliðið á HM í desember svona út á sitt svona varnarframlag og attitude. En þarna hún bara bæði að skjóta gólfi, fara á milli 1 og 2, keyra á í seinni bylgjunni og var frábær sóknarlega í þessum leik. Ásamt auðvitað varnarlega eins og alltaf, en hann var mjög lunginn þarna bæði að finna sig gegn og koma á ferðinni. Þannig að það klippti út Söru Dögg og þá losnaði ekki bara hana heldur líka Silvíu. Já, Silvía kom bara mjög sterk inn í leikinn og sérstaklega í þessum fyrri hálfleik þegar ÍR að ná þessu forskoti, þá hún algjör lykilpóstur. Hún að skora þarna 11. markið, skora 13. markið, mjög mikil áræðinni í henni og bara mikilvægt, það Vaka sem líka þarna hjá ÍR, þannig að það ákveðins breidd að myndast fyrir utan hjá þeim. 4 fína fyrir utan. Sérstaklega þegar eins og framarðin hafa verið að gera í þessum leikjum á ÍR, það verið að taka Söru út, þá að koma svona 1 og 1 nýtt púsl inn í sóknarleikinn hjá ÍR og Silvía var stórkostleg. Öflug og verður ekki hrósa líka bara þjálfurum af því að seinast þegar það gerir þetta þá bara fer sóknarleikur ÍR-ingar svolítið í kerfið bara. Hann var í tómu rugli í þeim leik sko, meðan að núna, hvort sem að Silvía kom tilbaka, það var líka bara betra plan og undirbúnir undir þetta og þetta búið að gerast í fleiri leikjum að það voru bara með lausnir, bara vel gert. Haraldur Þórðar, þjálfari Framara, hlýtur að hafa verið með martraðar drauma með 19 tapaða bolta. Já, það einhver forföll á Fram og Halli var hann í viðtal fyrir leik einhvern veginn að tjá sig það og þá vill maður bara sjá einmitt, þá fyrsti fókus bara að passa upp á boltan. En það var alls ekki hann hjá Fram. Fram bara kastar þessum leik frá sér í einhverjum bulltöpum boltum, tapar 19 boltum sem á bara ekki að vera þeim það var aldrei að sjást. Ágæð sjást og þetta mikið af einmitt bara svona byrjanda mistökum, línusendingum aftur og aftur sem bara ÍR-ingarnir að stela eða eru lélegar og já. Fara illa með línufæri líka. Já, illa með línufærin, þannig að það bæði töpuboltarnir og einmitt þessi línufæri. Þetta eru held ég 5 ef ekki 6 dauðafæra línu sem Framararnir að fara með sem að þetta fer bara, þessi 2 hluti fara bara með leikinn. Tapaða boltar og dauðafæri af línunni gera það bara verkum að ÍR aldrei í neinu stressi. Það bara ná góðu forskot í fyrirhálfleiknum og halda það bara út. Já, bara þeir ná líka svo miklu forskot að það þarf að gera svo mikið að komast inn leikinn. ÍR-lið gott lið, sko. Spila fína vörn og bara rútinir og sóknarlega. Já, við höfum verið að hrósa Ásdísi fyrir mjög góða leiki undanfari en þarna var hún bara allavega í skotunum eitthvað mannstilt. Sara Dögg átti mark leiksins eða? Já, við höfum verið að taka svona einar neglur úr þessum Ólisteild kvenna og þetta var eitt af gólfinu bara beint í vinkilinn fjær. Gaman þegar neti svona sving, syngur í samskiptunum. Syngur í samskiptunum og það er svo mikið kraftur í þessu, hún er í hreyfingunni fram. Bjarni Fel hefði sagt bylmingsskott. Já, þetta var bylming. En við viljum kíkja á líklega 2 ranga dóma. Við erum búin að hrósa dómurum, við erum að veita aðhald. Þarna fá þeir á einhvern ótrúlegan hátt út skref og 1, 2, 3, þetta er bara aldrei skref. Dæmóta hikinn, að því hún hikar. Gæti verið tvígrip? Nei, þetta er skrefið þarna, hún bara drippar að og fer í hreyfinguna. Stundum þetta, gerist eitthvað skrítið, það kemur eitthvað hika að flauta, sko. Þetta er bara eðlileg hreyfing. Þetta er bara 3 skref eða ekki? Já. Og þetta er í upphæfi leiks og þetta er, ég er ekki að fara í 4-1 eitthvað slags, þarna er staðan 3-1, geta minkað 3-2, það eru small margins í þessum handbolta, sko. Hitt var þetta, þarna dæmaði Rauðningin Hornamannin, hún kemur öllítið út úr teiknum, svona, með hælana þarna inn í teik kemur svo út, mínum bókum þetta svona frekar vítalægra, en við vorum svona að sjá aðeins á EM hjá Kollunum í janúar, þeir eru farin að dæma einhverja Rauðninga, en mér fannst þetta líka rangur dómur, þarna er hún að hlaupa inn á teiknum og hleypa fyrir hana.